Góðan og blessan daginn og verið velkomin í podcasti Tveir fellar og ég heiti Einar og ég heiti Óli og gestur okkur í dag er Friðrik Larsen. Friðrik Larsen, takk hérlega fyrir að koma. Mín er ánægðin. Viltu ekki bara byrja að segja hlustendunum bara svona hvað þú gerir daglega? Já, ég er lektor upp í Háskóla Íslands og er þar í fullu starfi og kenni þar markaðsfræði aðila og svo er ég að reka fyrirtæki sem er að hjálpa fyrirtækjum að verða að góðum vörumerkjum hérna heima og úti vinn ég bara fyrir orkufyrirtæki þar sem er að hjálpa fyrirtækjum í orkubransanum að verða að góðu vörumerki og þau eru ekki flinki í því almennt. Nei. Þannig þú sást að það þurfti að bæta þetta, þannig þú ákast að stofna fyrirtæki sem hjálpa fyrirtækjum að bæta þetta. Já, eða upprunnilega þá það sem bakka, 2007 þá var ég að spá í ég var að velja það sem ég ætla að skrifa í doktorsverkefninu mínu og ég er með grunngráðu í sálfræði annars vegar og fjármálum hins vegar og ég vildi ekki skrifa þetta sem doktorsverkefni en þannig ég blandaði þessu saman í vörumerkjastjórnun eða branding. Branding er sálfræði heildarinnar sem snýst að búa til pening á einfaldasta mátan kann ég segja þannig frá því og svo vildi ég skrifa þá var ég búin að ákveða það, ég ætla að skrifa branding og þá fyrir ég að skoða hvað skiptir miklu máli og hvar get ég komið með eitthvað svona innlegg inn í alþjóðlega umræðu og þá á þessum tíma 2006 þá voru allir símamarkaðir, Póstur og Sími var ekki lengur til og markaðir voru hættir að vera í einokaðir símamarkaði og ég sá fyrir mér að það væri tímaspursmál hvernig orkumarkaðir myndu fara sömu vegferð og það var spurningu tíma en ég sagði sjálf að mig að þegar það yrði að þá vildi ég vera tilbúin með eitthvað þekkingu þannig að það er doktorskráða mín og síðan ég útskrifaðist þá hef ég verið að vinna fyrir orkufyrirtæki víðum heim og held árlega alþjóðlega ráðstefnu þannig að hafa yfir 1000 manns komið samtals á það síðustu 4 árin og hvað heitir? Charts heitir hún Charts, já. Og verður hún í ár? Já, verður í ár svolítið flókið í ár út af COVID og ég hef svona verið nú minni hérna heima en í staðin er hún líka á netinu og það er bara eins og 2 ráðstefnur þannig en í heildina verður miklu fleiri get ég trúað en já, hún verður í ár En þú ferði nám í Bandaríkjunum eða ekki? Já Og það er þá í háskóla Já, hvaða háskóla var það? Hann heitir University of Louisiana í Monroe og ég var svo heppinn að ég var í hlaupum og fekk styrk og þegar ég fer í þennan skóla þá var númer 3 í Bandaríkjunum að gæðum í hlaupum þannig að þess vegna valdi hann og bara frambærilegur háskóli menntunarlega séð en þarna þó ótrúlega sé var ekkert mikið að spá í það ég bara spá í að geta saminað það tvennt sem skiptir mestu máli í lífinu að fá góða menntun og hlaupa 1 eða 2 hringir satt og ég gat, mjög einfalt Og hlaupur ennþá? Nei Nú, akkur bara, ég fekk nóg ég kepp ekki ég fyrir að reyfa með ykkur sko. En þú varst að keppa, varstu þá að hlaupa æfingum og allt í áður fórstu Já, það varstu skemmtilegt á Selfossi, ég er frá Selfossi og þá var maður alltaf einn að æfa og hlaupa í myrkrinu og í snjó og slittu og þarna var maður alltaf komin í það sem margir voru að æfa allir litur nákvæmlega út og ég meira minna svona hávaxnir og mjóir og allir reyna að hlaupa og satt að það gátu þetta var mjög skemmtilegt umhverfi Og gekk vel eða? Já, gekk vel Þannig að þú varst ekki langhlaupið, þú varst í svona 100 metra hlaupum 400-800 aðalega Næs Og þú ætlaðir að vinna í banka Já Svo breytist það ekki? Já, ég fer að læra í Finance and Commercial Banking það var það sem ég fór að læra og ætlaði að vera bankamaður sko en það var ég ungur og vitlaus? Nei, ég segi svona Nei, svo bara fer maður út og horfur á heiminn öðruvísi og sem hluti að því að fara svona út er náttúrulega ekki bara menntuni sem að fær heldur líka að þroskast og hef mikið áhuga á fjármálum en svo þegar á reyndi þá hafði ég ekki áhuga að vinna við það og svo í fyrsta ári í Bandaríkjunum 4 ára náminu þá þarf maður að læra alls konar öðruvísi sjálfræði meðal annars og líffræði eitthvað svona þannig að maður fer ekki beint í sérhæfinguna og svo sá ég bara í sálfræðinu að það átti bara vel við mig og fannst það skemmtilegt og kláraði það líka og ætlaði svo alltaf að halda áfram í klínískri sálfræði í doktorsnámi en ég ætlaði bara að fara heim fyrst og prófa að reka fyrirtæki
gerði það, stofnaði brósbóli með Jonna bróðum mínum Já. og það gekk bara mjög vel og hérna eignaði strákana mína og þannig að aldrei fór ég vestur, Bebbi fór ekki suður. Já. Hvað varstu lengi Bros? Ég er 15 ár. 15 ára þar? Já. Hvað er þetta gamalt fyrirtæki? Státt á 93. Vá, ég held að það er svona gamalt. Já, og það gengur alveg vel ennþá já, ekki? gengur vel. Og akkur ákvæmst að stofna Bros? Já, það var einföld, sko, með mér úti í námi voru strákar sem voru að opna Pizza 67 sem þá var að verða til. Þeir keyptu varning úti og það sem, skrítið, þeir eru að kaupa varning hérna í Bandaríkjunum, okkur kaupa þær ekki heima. Þeir lítur að vera markað fyrir þetta heima, hugsaði ég og það var öll markaðar samsóknir sem við gerðum og ég talaði við Jonna bróður hvort það var tilbúin að vera með mér í þessu. Ég keypti ykkur að vélar hérna úti þegar ég fór heim og opnuðum bólaprentun. Já. Kunnu það ekki, en þurftum bara að læra það. Voruð það bara að pressa á bóli? Já, bara handvirt. Það var ekki komin í svona vél sem gerir þetta alveg sjálf? Það voru komna, það voru bara dýrar, við hefum gefnað þeim. Þannig við prentuðum 10.000 bóla bara í höndunum, sko. Já. Það var skemmtilegt. Bara og fólk með okkur. Nei, og svo voru, þetta voru norðnir, sko, þeir mestar voru 35 að vinna. Þannig að þetta, svo bara stækkaði það, við gátum keypt betri vélar og mjög skemmtilegt. Já. Og hvenær fenguð þið annað húsi sem þið eru núna í? Það hefur verið 2005 eitthvað. Já. Langur tími. Og svo komst hérna á Ísland, fórst ekki úr Bros, hvenær var það og stofnaði? Það var þetta leiti sem við fluttum. Ég var beðin að vera í stundakennslu í Tækniháskólanum sem það var og gerði það og svo var mér boðið að koma að verða lektor í Háskólanum í Reykjavík og þá bara, ég var lengi búin að hugsa að ég og bróðum minn að spá í hvort að hvernig við vildum spila úr framtíðinni og það bara var rétti tímið fyrir mig að fara út af því ég ætlaði hvort er alltaf að bæta þeim í námi og það er ekki hægt að vera í námi þegar maður er að reka fyrirtæki, það er mjög erfitt þannig ég sá fyrir mér, ég fer inn í akademíuna og þá reyni ég að spyrja þetta saman og það gekk eftir, þannig ég skrifaði doktorsritgerðina meðan ég var þar svo var mér búið að koma í háskólan, HÍ þar sem ég kenni í meistaranámi og það er svona atvinnusagan mín. Já. Fór til Englands og tók alla kursana í því sem ég lærði sem er branding og þetta er Aston Business School, ég var nú að skoða skóla eins og Cambridge og Warwick og fleiri en það hentaði mér ekki að vera 4 ár úti þannig ég vildi gera þetta sko, ég tók fyrsta árið úti svo skrifaði restina það heiman þannig að það var mjög gaman, virkilega gaman bara frábært í rauninni að geta fengið að sökka sér í lærdóm á þennan móta og horfa á þetta öðru vísi heldur en maður gerði, hefur alltaf gert doktorskræðinu doktor of philosophy, það þýðir það er heimspeki doktor í rauninni og allir er með það PhD þannig að maður þarf að læra heilmikið sko, aðferðafræði og heimspekina bakvið, maður er ekki bara að læra það sem maður sér af þessi heldur ákveðna hugsun. Já. En þú segir að það var allast upp á Selfossi varst það í grunnskóla þar og framhaldsskóla? Já. Varst það í FSU? Já. Hvað braut fórst það þar? Ég man ekki hvað hann heiti, það lítur að vera viðskiptafræði. Var það ekki með pappa þínum? Ég held að hann hafi verið á tölvufræði braut. Eitthvað svo liðs. En það var eitthvað svona viðskiptafræði. Tölvi og viðskiptafræði. Okay. Og þú ertu þá ef þú fórst á tölvubraut, varstu það mikið fyrir tölvur? Nei, tölvuleiki. Tölvuleiki, Nei, ég held ég ekki að vera tölvubraut. Kannski var það bara pjúra viðskiptafræðibraut. En mælur þá með viðskiptabraut fyrir eitthvað sem er að fara í framhaldsskóla núna? Ekkert frekar. Ég myndi frekar bara taka eðlisfræðibraut eða náttúruvísindi. Bara læra mikið af starffræði að það nægu tíma til að sérhafa sig í rauninni. Þannig að ekkert frekar. Nei. Og í rauninni myndi ég frekar pína mig kannski í einhver náttúruvísindi en það skiptir ekki máli. Það er bara aðalega að læra vel það sem maður er að læra myndi ég segja og njóta þess að bara fá að vera bara í skóla á þess að ekki gleyma sér í tölvunni sko, spila Fortnite eða eitthvað að læra sko. Já, og finnst þið gaman að læra? Já, mér finnst það. Ég alltaf myndist það. Já. Hefur mér alltaf myndist það? Nei, raunin ekki. Það var ekki fyrir ég fór til Bandaríkjanna þar sem ég fór að átta mig á því hvað þetta ætti nú að snúast ég var bara í skóla
þú veist, bara eins og allir hinnir og einhvern veginn ekkert að spá mikið í þetta og fannst bara fínt að fá B en svo breyttist það þegar maður fór út, þá umgegst maður allt öðru sér fólk og sá af hverju í skóla til að fá B, af hverju fæ ég ekki A og fór að gera það gefa bara allt í það og svo þetta var svo pingu erfitt, eða það var erfitt í svona hálft ár þegar maður var svona að læra vinnubröðin til þess að fá hærri einkunnir og svo bara var það bara eins þetta er bara ferlið eitthvað svona það er mjög áhugavert og í dag ertu að kenna finnst þér, hefur áhuga að kenna? Já, mér finnst það gaman, virkilega gaman en ég er ég er fullustarfið sem að lektor upp í háskóla en svo blandaði ég mikið saman við rekstur, þannig að mjög mikið minn tíma fer í rekstur og það sem ég finnst skemmtilegast að öllu er að blanda þessu saman þannig að ég myndi ekki það myndi ekki henda mér að vera bara að kenna en það í viðskiptafræði það sem ég kenni að þá er maður góður kennari að maður getur komið inn með sögur og sagt hvað er að gerast akkurat út í viðskiptalífinu á þeirri stundu þannig að það hjálpa mér mjög mikið í kennslu að vera í rekstri Já, og þú erum með fyrirtæki núna Brandr, sem er fornnorræna orðið fyrir vörumerki branding kemur það Brandr eins og brandur að brenni merki kýr og svona, það er orðið Getur þú sagt okkur svolítið frá því fyrirtæki hvað svona, eða varst það reyndar að gera í byrjun Já, ég veit ekki hvort ég lísti en þess að þetta er svolítið áhugavert fyrir mörgum er svona vörumerkjastjórnun og markaðsmál kannski svona mjúkvísindi og það skiptir meira máli að vera góður að reikna og vera í fjármálum og þar var ég þegar ég var ungum aðeins sem sagt en þetta skiptir bara öllu máli til að ná velgengni að kunna á markaðinn skilja viðskiptavinni og tala með þannig tungutaki að þeir skilji þig og það er branding, það er að segja sögur í rauninni að þið eru tveir fellas þess að var ég að spyrja ykkur þegar ég hittist yfirni af hverju er það að þessu, hver er sagan ykkar þannig að til að verða vörumerki þá þarf maður að þekkja sjálfan sig og þekkja söguna það var alveg eins og ykkur eins og öll fyrirtækið í bæ og þetta snýst allt að elsta afþreyingaform okkar er að setja við eld og segja sögur, hugsum 20.000 ára aftur í tíman vörumerki segja sögu, góð vörumerki segja sögu og ég hjálpa fyrirtæki við að skilja hvað þau eru og segja þessa sögu Hvernig finnum maður sína sögu? Það er góð spurning Það er ekki bara eftir segjum svo eftir 10 ár þið verið heimsfræðir í podcastum að þá eru þið að skrifa söguna akkurat núna en stundum en aftur á móti þegar þetta er svona ungt að þá þurfum við kannski að ákveða okkur narratífu sem tengist áhuga og eitthvað svona en það er bara stundum eins og til dæmis Harley Davidson, ég segi þessu söguna oft Harley Davidson, þegar ég var í Bandaríkjunum í skóla þá flutti ég inn mótorhjól keyrði hana og keypti notuð mótorhjól þetta var árið 1991 langt síðan og þeir sem áttu Harley Davidson hjól þeir áttu líka japansk hjól vegna þess að Harley Davidson bilaði alltaf þeir voru svo léleg, bara grútléleg hjól fyrir part af það Já, bara þeir gátu ekki að vera í langferðir að Harley þegar myndi alltaf bila þannig Harley Davidson sem núna þau hugsið ekki með þessi léleg hjól í dag að því nú er ég að svara en þá hvernig maður býr til sögu en það sem þeir gerðu að þeir löguðu vélbúnaðinn og löguðu hjólinn og svo fór til að gera þegar það var komið í lag þá heldur þeir áfram að segja sömu söguna frelsi og þjóðvegar Bandaríkjanna og sjáu fyrir ykkur þeysa og með flaksandi hárjabel það er saga Harley og þeir segja þá sögu sem gera þá einstaka þeir segi Suzuki og Kawasaki og Honda þessi saga er ekkert til þarna sem gerir þannig að brandið Harley Davidson er miklu betra heldur en mótorhjólið Harley Davidson þannig saga skiptir máli fyrir dagi Já og hvernig svona miðlaðu í sögunni? Það er önnur vísindi eitt er bara ákveða hvernig þú talar og bara hanna strategíu, stefnumótun hvernig þið ná að gera allt saman og það er það sem við gerum við erum brandstrategí svo í sletti svo þegar allt er klárt þá er farið að gera myndmál og þá er farið í öðruvísi aðal heldur en okkur þá er farið að auglýsingastofu eða farið grafiskur hönnu til þess að búa til allt myndmálið og svo farið í birtingahús eða einhver aðalega sem eru mjög flinkir í því að vita hvar á að tala á rétta fólkið þetta var óalega einfalt einu sinni þá gat maður farið ef maður var í Íslandi maður fór bara í fyrsta auglýsingatíma fyrir fréttir ein helseði í mokkanum
og eitthvað í útvarpinu og þú varst bara að ná í alla sama í Englandi, BBC bara, þú gast náði í alla en það er ekki hægt lengur og þá er spurning hvernig notar þú samfélagsmiðla, hversu gott er Instagram, á ég nota Snapchat, það er bara allt sem það er að pæla í hver hópur mann sér fyrir eftir hvern notar inn að törka þetta en svo er allt of mikið að tískuströymum allt í henni eiga áhrifavaldar ná svaka árangri en það er lítið að svona að nú tala ég út frá empirískum hlutum háskólamálum sko, en það er voða lítið að fræðin sem segja að þetta sé jafnt gott og það er hvernig, það er gert allt of mikið úr því hefðbundin birtingamennska það á að nota það meira heldur en er gert sjónvarp virkar rosalega vel til dæmis á Íslandi útvarp virkar einstaklega vel og prentaðir miðlar eins og ótrúldaða ljómar en það er að breytast það er að breytast klárlega. Hvernig heldur að framtíðin líti út? Já, það ábúið hægt á okkur tímapunkti alveg það er bara næstu því gamaldags að fara að prenta blaðin lúni á sér en það er ennþá og það sem maður lærir með árum og aldri og menntun og allt það tekur alltaf almennt mjög langan tíma fyrir hluti að breytast þessi breytist ekki eru þið og ég og þeir sem eru að hlusta við erum bara fólk við erum bara það er sömu element í okkur og einhverju sem var uppi fyrir 1000 árum fyrir 10.000 árum ást og hatur og eitthvað svona þannig að ef maður er alltaf árangur í því sem ég er að gera í markaðsmálum þá þarf maður að skilja þennan kjarna fólks skiptir ekki máli hvort að tala við á Snapchat eða mokkanum það er bara þetta að skilja fólkið breytist þetta ekki voða hratt? Jú, en samt ekki svo hratt það er búið að spá dauða dagblaða nú er ég að segja að Hallarsett að fá blaðinu með lúguna, það er búið að segja þetta í 20 ár 20 ár. Wow. En það er bara ennþá fréttablaðir er ennþá borið út og fólk er ennþá á tengingu við pappír saga minn fólk er bara á tengingu við pappír sko, ég veit ekki hvernig var pappír almennt notaður bara, þú veist í 500 ár sko, eitthvað leys og það er aður kálskinu og eitthvað fólk á tengingu við ritað mál á eitthvað efni sem við getum skoðað það tekur bara tíma að breytast Hvort finnst þér betra? Finnst þér betra að lesa mokkan netinu eða e-mail? Já, mér finnst betra að vera að skoða í einhverjum rafrænum miðlum en það er fréttablaði kemur heim til dæmis og ég skoða það bara. En það er miklu eðlir að vera bara að meta í iPad eða einhverjum pad Hvort finnst ykkur betra? Ég er búin að venja mig að síma alltaf mikið sko, en ég hef alveg flett í gennum dagblað sko, alveg nokkur sinnum það er alveg gett Mér er samt betra að lesa bækur á pappír sko. Já, miklu bækur Já. En þú veist, talandu bækur þú skrifaði bók Já Og hvenær, var ekki 2017? Jú, hún sérst byggir á doktorsnámanu mínu og hún er mjög sérhæfð náttúrulega en það er gaman að segja frá því að hún er sérst, í kategóriinu sinni á Amazon og þá hefur hún selst mjög vel með, uppseld fröndu meira og svona en ég fylgist ekkit með því hvað hún selst mikið og ég gæti ekki eins og sagt ykkur að ég veit bara að svo eru útgefandi sem sér það þannig að þetta er svona millibíla milli svona flugvallalesningar og fræðibókar ef maður orðað þannig og þetta er gefið út af Peilgref sem er svona fræðimanna forlag þannig að þá er ekki verið að spá í fyrir mig skiptir ekki máli hvað selst mikið eindökum bara þessi tiltekna aðli sem tilbúin að gefa þetta út er bara gæðastimpillin fyrir mig sko ef ég verið tónlistamæður þá er ég að spá eitthvað ákveði stúdíu og ég kemist þar inn og væri glaður sko en ég kann ekki reynda stúdíuð En okkur skrifa hann ensku það er eitthvað svona Já, ritgerðin var skrifað á ensku og hérna á Íslandi eru 100 mann sem hefði áhuga á þessu þetta er bara svo rosalega mikil sillu það sem ég er að gera er á svo mikil sillu að það eru tildulega fáir í hverju landi en ef þú tekur heiminn allan að þá ertu komið með 100.000 og þeir sameiginlegt tungumál þeirra er enska og nú er ég að skrifa aðra bók sko, sem að byggir að viðtölum við forstjóra orkufyrirtæki við heim og hún er á ensku líka Gengur vel? Já, bara tekið mikið tíma en ég myndi segja að það gangi vel og að því ég þakkláttu fyrir að svona mjög stór nöfn eru tilbúin að vera í bókinni þess að forstjórar mjög stóra fyrirtæki bara, stærstu fyrirtæki heimirunni í orku þannig að það er bara gaman Og hvenær heldur að hún kom út? Hún kemur á næsta ári Það er bara búið að negla það niður hún er bara nákvæmlega þannig ég tek við töl eins og þeir gera við mig og svo er unnið úr efninu
það eru 2 bækur gefnar út reyndar. Önnur svona fræðibók, það sem farið með eiginlega aðferðum í gegnum allt saman og greint og búið til þemu og bara svona empirísk útgáfa, og svo verður líka svona flugvella útgáfa, svona létt lesnari, svona meiri pop, ég veit ekki hvernig að kalla það sko. En bara þetta öðruvísi markkópur, mjög ólíkur. Og líka Palgrave að gefa það út? Já, fræðibókina. Já. En ég ekki búin að hinn í vinslu, ég ekki búin að spá í hver gefur hann út. Nei. En það örugglega ekki Palgrave, af því þeir eru bara í fræðibókum. Það var vont fyrir mig líka, ég þarf að fá einhvern annan sem hefur öðruvísi nálgun, þekkir öðruvísi fólk. Og finnst þið gaman að skrifa það? Já, mér finnst það gaman. Mér finnst bara gaman að búið til þekkingu. En svo þegar maður upptekinn þá verður það minna gaman þegar maður þarf að stela tíma frá okkur öðru í það. Það ekki gaman. Nei. Hvað tók eiginlega langan tíma að skrifa hina bókina sem komin út? Það ekki alveg að marka það því að hún byggir á doktorsrannsókninni. Rannsóknin tók 4 ár sko. Og svo skrifa ég doktorsrannsókn sem var eitthvað 360 blaðsíður og úr því vann ég þessa bók. Það svona stytt útgáfa á doktorsrannsókninni. Þannig að tók ekki eitthvað rosalega langa tíma að skrifa bókina, en það tók mjög langa tíma að skrifa ritgerðina. En núna þetta allt þessi nálgun, þetta bara að skrifa sérstaklega strax sem bók. Og að því en ég myndi aldrei skrifa þessa fræðibók nema að því ég upp í háskóla. Það bara hluti af starfinu mínu að búa til nýja þekkingu að rannsaka, og þá gef ég þessa fræðibók. En hluti af starfinu mínu í viðskipta hliðinni ekki að gefa út bækur, en það hjálpa mér mjög mikið þegar fólk tilbúin til að halda að maður sé ágætis náungi ef maður að gefa út bækur. Rétt eða ránt, ég veit það ekki, en allavega ég læri sjálfur mjög mikið að tala við svona fólk að þessu leveli sem ég að fá að tala við, þannig að de facto verði ég betri ráðgjafi. En þú heldur marga fyrirlestra, það ekki alveg nokkur árið, eða ekki? Jú. Já. Finnst þið svona gaman að gera fyrirlestra, mikið vinna? Já, mér finnst það gaman, mér finnst það skemmtilega sko, eftir þegar maður er vanur því það skemmtilega, það þetta hundstressandi fyrst, að því maður heldur alltaf að fólk sé að dæma mann svo hart. En þegar maður kemst í vit svo ára, þá að maður minna að spá í hvað fólk að hugsa sig, maður bara standa sig vel að það getur og segja frá því sem mann finnst mikið, ég alltaf að segja frá því sem ég finnst áhugavert, þannig að það var alveg auðvelt fyrir mig að tala það sko, á tilfinningaþrungi máta. Og ef maður þar, maður hefur svona sterkar, hvað orðið fyrir passion, ef maður svona passionate, ef maður sko þar, þá trúir fólki manni frekar, því maður ekki það erfiðar að gera sér upp tilfinningu heldur en að segja eitthvað, skilja hvað ég að meina. Ef ég áhuga á því, þá smita maður aðra. Þess vegna finnst mér það gaman. Og þess vegna finnst mér gaman að kenna, að ég hef áhuga á því sem ég að kenna. En er þetta eina sviðið á viðskiptafræðinni eða í viðskiptafræðinni sem hefur áhuga á? Eða er þetta bara svona helsta eða eru fleiri? Já, ég með fjármála grunninn og svo hagfræði, en ég myndi ekki segja ég áhuga á því. Nei, já, þetta eina, svariði já. Þetta eina? Já, en hafandi sagt það að þá skiptaði gríðarlega miklu máli. Ég aldrei að segja þessi betra eða verra, kemur ekki til greina. Það þarf að hafa góða mann, þetta kunna mannuðismál, þú þarf að kunna stefnumótun, þú þarf að kunna fjármál, þú þarf að kunna uppgjörsmál, en ég fer ekki í svona tippakeppni hvað er betra eða verra sko. En svo sem ég gera, þetta bara skiptir máli að fólk sem ræðir viðskiptafræði fái bara breiða þekkingu allstaðar að, og svo bara ákvarða sjálf hvað það vil gera. Ég myndi eftir ekki huga að segja eitt, en aftur á móti ef þú ert lélegur í markaðsvæði myndu ekki ná árangri. Þú býðir ekki til tekjur. Þú getur verið svakalega góður í endurskoðun, en hvað á endurskoða er ekki tekjur. Ég segi kannski svona, en sem fyrirtæki sem er svona hlutur sem er lifandi og byggir upp á mörgum þáttum, þá þarftu alla þekkinguna. En maður getur náttúrulega alltaf að fara til svona einhvers fyrirtækis eins og þú ert með og fengið hjálp þar. En hvað er svona helstu mistök sem þú sér fólk gera þegar að byrja fyrirtæki? Já, stofna fyrirtæki. Já, góð spurning. Ég veit ekki hvað skal segja, kannski að ekki hugsa til enda sko,
sumir fá frábærar hugmyndir og bara vaða í að græja hugmyndina og leggja pening og orku í það en glemdu svo kannski að skoða hvort aðrir hefðu áhuga á því, hvort það væri ykkur viðskiptavinur. Það algengustu mistökin eins og ég sé það. En segjum svo að það sé ekki vandamálið og það sé einhverju sem á áhuga og þá er þessu sömu aðilar leggja rosa mikið á sig og vinna mikið og allt það, en svo kunnar ekki að segja frá því. Þeir kunna ekki að hjálpa fólki að skilja af hverju það á að kaupa vöruna af mér. Já. Þannig að þetta eru svona seríumistök, myndi ég segja. Það þarf eiginlega að útskýra vöruna og láta fólk þekkina til að þú veist að kaupa hana. Já, og ef það er markkópur sem hefur áhuga þá þarf að kunna það, en fyrst að skoða hefur ykkur annar áhuga á sældur en ég bara skoða, bara gera svona markarrannsókn og átta sig á því hvort það sé viðskiptavina hópur. Þannig ég myndi halda að þetta sé eins og ég sé það algengustu mistökin. Og hvernig gerir maður svona markarsrannsókn? Einfaldast útgáfan er bara að hringi í 10 vini sína og hvað finnst þér? Og ef það er svona, já, þú ert ekki alveg vaða af illu og svima hérna, þú ert bara, þetta kannski getur gengið, þá fer maður í formlegri rannsókn og það er ekki annars vegar, sko, eiginlegar, eigindi, þess að það bara tala maður 50 manns eða tekur djúputöl við ykkur aðila, eins og bara við erum að gera hér, taka 20 svona viðtöl við ykkur aðila og greina þau á eiginlega máta og svo þeir eru búin að því að þá getið þið sendt spurningalista upp úr viðtölunum á 500. Þannig að þetta er svona einfaldast útgáfan. En bara ekki halda að allir sé eins og þið. Það er stærst, það er bara ekki þannig. Skoða þá sem eiga að fara að borga fyrir vöruna, ekki bara halda þér áhuga því þið hafið það. Og fyrirtækið Brandr, er það ekki þú auglýsir það just, fyrir enska markaðin sem Lars Energy, ekki? Jú, eða sko, þetta er pinguflókið sem er nú kannski ekki gott afspurna fyrir mann sem er í branding, en það heitir brand, ég ætlaði aldrei að vinna hérna heima, en svo bara var ofta að spyrja mig og ég var með þetta ecosystem sem er Lars Energy branding sem vinnir bara fyrir orkufyrirtæki og útöndum heima, svo ráðstönduna og svo er ég með svona mælingatól og allt þetta erlenda snýst um það. En svo íslenska fyrirtæki voru svona fyrst byrja hvort ég ekki dönni fyrir það og mér fannst leiðilegt að þurfa að segja nei og sagði ekki nei, en mér langaði ekki að hafa fyrirtæki sem hétt Larsen Energy Branding að vinna fyrir íslensk fyrirtæki, mér fannst það ekki bara flott. Fyrsta lagi það er enskt og í öðru lagi það er mjög sértækt sko. Þannig var brandur til að mér langaði að hafa allavega norrænt nafn, þannig að brandur er eignarhaldsfélag fyrir önnur fyrirtæki og undir vörumerkjum Brand er unnið heima fyrir fullt af góðum flottum íslensku fyrirtækjum. En úti er það bara Larsen Energy Branding. Þetta er mismandi fyrirtæki í rauninni. En samt sama starfsfólki eða ekki? Að einhverju leyti. Já. Og svo vinna 2 í útlöndum líka fyrir okkur. Já. En er ekki staðsett á Íslandi? Jú. Bæði fyrirtækin ekki? Já, öll í rauninni. En svo er í litlu landir er þetta að finna mjög sérhæfða hæfileika, þannig að það eru einn aðili sem er nýráðan sem vinnur í Englandi og er annar að bætast við þar. Og ert þú ekki mikið þá að ferðast á milli? Jú, ég hef verið mikið að því nema undanferðið sem betur fyrr, eða ekki, það kemur ekki til að góðu, en jú, mikið að ferðinni. En þið finnst ekki gaman að ferðast á það? Jú, en bara það er ekki allt eins og með skrifin sko. Það er, ef maður þarf að vera að gera mikið, þá missir það sjarman sko. En jú, mér finnst mjög gaman að ferðast og bara mér finnst gaman að geta, að því mér er þetta áhugamál. Það er bara áhugamál að vinna með skemmtuleg fólki allstaðar heiminn og hjálpa með það sem ég kann og það finnst mér gaman sko. En auðvitað er ekki gaman að vera í flugvél mjög mikið og að vera frá Íslandi, það er bara ákveðin skattur. Það er alltaf lengra að fara fyrir mann. Þannig að ef ég væri í Brussel, þá er klukkutíma lestaferð sko í endalösa milljónaborgir, en hérna þurfum við alltaf að byrja að fara upp á Keflavíkurflugvöll og fljúga í 3 tíma og svo að fara eitthvað eiginlega. En ég gera það og hefur gaman að því. Þetta er það sem ég er að byggja upp og alltaf að gera það. Já. En þú náð þínu markmiði? Já, ég er að því, skulum segja það. Þannig að 2000 þegar ég byrjaði með doktorsnámið og þá segir maður, ok, hvað ætlar maður upp á Íslandi að gera til að vera öðruvísi?
af hverju ætti ykkur að vilja viðskipti við mann á Íslandi sem segist hafa áhuga á orkumálum, þá þarf maður að gera eitthvað sem er áþreifanlegt og ég skrifaði doktorsritgerð og ég er eini maðurinn í heiminn sem hefur skrifað þetta, þannig að það aðskilur mig frá allum hinum og ég byrjaði í rauninni þess vegferð mína þegar ég skrifaði doktorsritgerðina. En svona uppáhalds eitt af uppáhalds orðtækinu mínum sko, upp á ensku, overnight success takes 10 years, það tekur árangur auðvitað nóttu tekur 10 ár og ég er að því 2015 stofnaði fyrirtækið, nú 2020, þannig ég er hálfnaður með success og ef það kemur ekki þá bara kemur það ekki, ég er gaman að því sem ég er að gera þú veist, og fólk hefur áhuga á því og ég vinn með góðu fólki og þannig að hef ég árangri, veit það ekki, en allavega ég er á vegferð. Þú ert mjög upptekinn maður, þú ert með að vinna í skólanum með þetta fyrirtæki, þessi fyrirtæki og svo líka með fyrirlestrarna og charge. Hvernig svona nærða hvað sem er skipuleggja tíman og það er svolítið flókið stundum en aftur ég hef það gaman að þessu sem ég er að gera og svo vinnur þetta allt saman, það er sameiginlegt þema í öllu saman sem er þessi vörmerkisstofnun og sem er gegnumgangað þetta allt upp í háskóla, kenni ég það þannig að þetta styður hvort við annað en stundum er þetta svolítið mikið og þegar maður er að byrja að þá bara þarf maður að gera það sjálfur þú veist, það er ekkert sem heitir að vinna í 6 tíma og fara svo heim og chilla, það bara er ekki þannig þegar maður er að byggja upp nema með sér eitthvað rosa heppin sem þessi forritari ég hefði forritað Snapchat sko, og allt í nýjar það svona orðið að milljarðafyrirtæki og það eru skemmtilegu sögurnar en venjulega fólkið er ekki þar öll þessi fyrirtæki sem eru stofnuð það er bara svona fólk sem er að leggja ógeðslega hart að sér við hann á árangri og það bara tekur tíma Er það með einhverja morgunrútinu svona sem þú gerir fyrir utan vinnuna þess að fyrir ræktina eða Nei, ég fer út að ganga með hundin sem ég núna búin í 1 ár hann er til Fúsi, mjög sniður hundur þannig að við förum út að ganga tökum smá göngutúr og þá, það er frábært ég gerði það ekki áður og svo reyni ég náttúrulega bara að brjóta upp daginn sem þegar ég get og reyna að hreyfa mig ef ég get og bara vera heilbriður sko, láta ekki ég vinn mig mikið, alveg svakalega mikið en ég reyni að stjórna því þannig, og þegar ég er í frí þá reyni ég að hugsa ekkert vinna erfitt en ég reyni það en aftur, ég bara er að þessu fyrir sjálf mig það er enginn sem píndi mig, ég bara hef gaman að þessu og ég bara er að eins og þessi, þegar ég var í frjálsónum þá var enginn að pína mig til að hlaupa rætt ég bara ákvaða sjálfur nú er ég að hlaupa rætt bara á öðrum stað Ef að fara í spurningar frá hlustendum Við settum mér á Instagram með okkar svona það sem fólk hafði spurt og við fengum hvað er þetta, 4 spurningar Já og fyrsta er hvað er uppáhalds maturinn? Já, bara hakk og spagetti Já, ég myndi segja uppáhalds, ég eldaði oftast það er einfalt, í þeim skilningi uppáhalds ég ætla bara að halda mig við það Já. Hvaða bókum mælir með? Hún heitir Children of Time eftir Adrian Tchaikovsky frábær bók En hvað er hún? Ég er mikið fyrir svona framtíðabókmyndir og þetta fjallar þeir lífsgæði og skortur á jörðinni þannig að það sendir út svona skip út allan heim til að finna netti til að búa á og öll gameskipin verður send innihalda eitthvað svona pakka sem að byggir upp ekosystem og svo það er apar sem eiga sá hvernig þið lífa á eitthvað svona og þetta tekst að einu stað nema það er ekki abarnir sem lífa á heldur kóngulær sem kóngulærna verða að vitsmuna verum og allt séð með þeirra augum þetta er algjör snild Hvað nýtur þú frítímaðin í? Það er ekki að vinna Já, ég er bara með fjölskyldinu minni og já, bara það að njóta þess að vera til bara og þurfi ekki að vera að vinna og lesa góða bók eða horfa eitthvað og ferðast mikið líka það er mjög gaman Ertu með einhverja skemmtilega minningar frá Selfossi? Já, mjög góðar þegar ég var alast upp þá var þetta merkilegast í bæri í heiminum en skrítið það nú er og fannst mér en það var það auðvitað ekki en já, ég er bara mjög góða minningar frá Selfossi bara gott að vera þar og
stuðningur úr samfélaginu fyrir það sem ég var alltaf aðeins öðruvísi kannski, það var ekki voru fáir sem voru að hlaupa og svona vera allum, þess að indjánandi bara virðingu fyrir klikkuðu fólki, ég var svolítið klikkaði maðurinn og fólk bara fannst það bara allt í lagi og það er ekkert eitthvað svona ákveðið, bara að fá að vera frjáls og vera úti og leika sér við aðra krakka og vera ánni og vera á og eitthvað svona. Ertu ennþá meðlumur í FFB? Nei, því miður ég held ég viti hvaðan þessi kom FFB er félag fúlar brandara sem ég og Guðbjartur stofnuðum. Hann var hinskrýtni maðurinn í árgangnum. Ok. Var alltaf að pirra eitthvað fólk eða hvað var það að gera? Já, vera svona öðruvísi svona bara, maður verður bara að vera maður sjálfur, það er bara, og við vissum það sem betur fyrir ungir menn að það væri erfitt að vera eitthvað annað og það sem maður lærir sko með árunum aftur er bara að sætta sig við það sem maður er og það er ofsalega óþægilegt ungt fólk þegar svona að reyna að lifa eftir ykkur formúli sem það kann ekki nákvæmlega og dæma sjálft sig og hart út af einhverju sem það heldur það að vera bara við sjálf. Já, bara verður sjálfur. Hvað segir þið? Bara benda hlustundir. Já, ok. Verið þið sjálf. Já. Er það svona þitt slagorð eða hvað sem er svona motto eða? Nei, ég segi það nú ekki en það er rosa mikið frelsi að vera ekki að eldast við það sem öðrum finnst. Já. Og mér finnst leiðileg materialismi fyrir taugatunum mér sko, og mér finnst hallærislegt að sé ung manneskja köpa sér Gucci belt á 50.000. Já. En það kemur úr hörðust átt að því ég vinn í branding og Gucci er bara að fá virkilega gott í að búa til brand þannig að þú veist, respekt á þá og allt það en mér finnst vont sko þegar ungt fólk gleymir sér í efnishyggju í stað þess að spá í stórum málefnin sem er bara heimurinn okkar sem við búum á og hvort við viljum vera hérna og hvort að börnin ykkar fæðist inn í mengaðan heim þar sem það kannski lifið alla eða það er ekki mottóðan mitt en bara samt, við þurfum að vera við sjálf. Já. Er það ekki bara frábæri lokaorð? Jú, ég held þessi bara góðir sko. Við erum við sjálf, það er frábæri lokaorð. Bara takk hérlega fyrir að koma Friðrik. Sumleiðis, gaman að vera með ykkur. Já, og takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta. Og við sjáumst í næsta þetta. Takk hérlega. Bye.